Í stóra gróðurhúsinu á Vöglum í Fnjóskadal, Fræhöllinni svokölluðu, kominn danskur sérfræðingur í ágræðslu trjáa, Tómas Kuhne. Heimsókn hans liður í því starfi Brynjars Skúlasonar skógfræðings að kynbæta fjallaþinn og búa til yrki sem gefur falleg jólatré. Brynjar stundar doktorsnám í skógarðafræði við Kaupmannahafnarháskóla og viðfangsefnið þynur. Valdir hafa verið fallegir fjallaþynnir á nokkrum stöðum á Íslandi og af þeim klipptir sprotar sem nú á að græða á grunnstofna eða fósturtré sömu tegundar. Trén verða svo ræktuð upp í gróðurhúsi og fyrsta fræuppskeran gæti komið eftir 5 ár eða svo, ef vel gengur. Fyrsta uppskera kynbættra jólatrjáa af fjallaþynni gæti þá orðið eftir 15 til 20 ár og þá gæti íslenskur fjallaþynnur farið að keppa fyrir alvöru við innfluttan Nordmannstein. Með þessu verið að flytja tré sem hafa sannað erfðafræðileg gæði sín inn í gróðurhús til að flýta fyrir blómgun og fræmyndun og svo hægt verði að víxla á milli þeirra. Báðir foreldrar afkvæmanna verða þá gæðatré. Ágræðsla nákvæmnisvinna og vel þarf að vanda til verka því vefir ágræðslusprotans þurfa að ná góðu sambandi við grunnstofnin svo að safastreymið yfir í sprotan verði nægilegt og hann geti lifað og vaxið. Ágræðslusprotarnir voru klipptir af trjám sem voru enn í vetrardvala og settir í kæli til að halda þeim í dvala þar til yrði grætt á. Best að grunnstofnarnir séu aðeins farnir að lifna en ágræðslusprotarnir enn í dvala þegar grætt á, því ekki gott að sprotarnir séu farnir að reyna að draga í sig vökva áður en þeir eru grættir á. Þá yrði meiri hætta og þeir þotnuðu upp. Hér notuð tvenns konar ágræðsla eftir því hversu sverir ágræðslusprotarnir eru miðað við grunnstofnin. Svokölluð T-ágræðsla, þar sem skorinn eins konar vasi í börkin á grunnstofninum og ágræðslukvistinum smeygt inn í. Og hin aðferðin að skáskera bæði stofnin og kvistin og leggja skurðsárin saman. Velja þarf ákjósanlegan stað á stofninum þar sem gott að skera í hann og búa til sæti fyrir ágræðslusprotan. Hér ætlum við að nota T-ágræðsluna því ágræðslusprotin mun grennri en grunnstofnin. Mikilvægt að hnífurinn bíti vel svo að skurðsár verði bein og passi vel saman. Tómas brýnir oft, jafnvel eftir hverja ágræðslu. Best að skera barr og brum af ágræðslukvistinum en stundum barrið líka plokkað af með höndunum. Brum verður þó alltaf að skera af til að þau rífi ekki með sér vef innan úr kvistinum. Hreinsað alveg upp að efstu brumanum. Hér sjáum við hvernig Tómas sker einn lóðréttan skurð í stofn grunnstofnsins og síðan berkinum flett upp báðu megin við skurðin, þó ekki meira en svo að pláss sé til að smeygja ágræðslukvistinum á milli. Skáskorið varlega í kvistin og best að ná góðum skurði í fyrstu tilraun svo ekki þurfi að tálga. Kvisturinn situr vel í sárinu og til að halda öllu föstu teygju vafið þétt utan stofnin. Mikilvægt að ekki sé loft á milli, því það hindrar safaflæðið upp í sprotan. Loks sárinu lokað með ágræðsluvaxi sem blanda af trjákvoðu og bívaxi. Vaxið kemur í veg fyrir að kvisturinn þorni upp og drepist, en svo líka mikilvægt að geyma plönturnar á hlýjum og rökum stað fyrstu vikurnar meðan allt að gróa saman. Trén merkt svo að halda megi til haga hvaðan sprotin var sem græddur var á hvert og eitt tré og svo trjánum komið fyrir undir akríldúk þar sem hægt verður að hafa eilítið hlýrra og rakara en annar staðar í Fræhöllinni. Áðan sáum við það sem við kölluðum T-ágræðslu, en hér við með ágræðslusprota sem álíka sver og grunnstofnin. Þá hvort tveggja skáskorið, stofnin og sprotin og sárin lögð saman. Tómas hreinsar barrið af stofninum og sprotanum og hér vanur maður á ferð greinilega, einn skurður dugar á stofnin. Svo bara að leggja sprotan við og vefja teyjunni utanum. Þessi ágræðslu aðferð öruggari en T-ágræðslan og líklegri til að takast vel, en báðar eiga að geta borið góðan árangur ef vel vandað til verka. Í Fræhöllinni á Vöglum standa úrvalstré af Evrópulerki og rússalerki sem víxluð saman til að framleiða fræ
af blendingsyrkinu hrim sem miklar vonir eru bundnar við í skógrækt hérlendis. Til stendur að fjölga þessum trjám í fræhöllinni til að auka fræframleiðsluna og þar með framboðið á hrim til gróðursetningar. Þennan dag er verið að ágræða sprota sem teknir hafa verið af eldri trjánum í húsinu. Þeir verða græddir á grunnstofna af rúsalerki undir stjórn Þrastar Eysteinssonar skógarðafræðings sem hefur stýrt lerkikynbótunum frá upphafi. Lerkið er móttækilegra fyrir ágræðslu en þynurinn og afföll yfirleitt mun minni þegar grætt er á lerki heldur en þyn. Ársprotar lerkisins eru yfirleitt svo grannir til endana að klippa verður framan af þeim til að ágræðslusprotin verði nægilega sver. Það kemur ekki að sök, því lerkið er fljótt að mynda nýtt topprum. Í meginatriðum lítur lerkiágræðslan sömu lögmálum og af þyninum. Ef skurðurinn er góður og vefirnir falla vel saman, eru góðar líkur á að vel takist til. Alltaf er þó gott að græða á talsvert fleiri tré en meiningin er að fá út úr ágræðslunni, því alltaf misheppnast eitthvað og alltaf eru sum trén efnilegri en önnur þegar upp er staðið og gott að geta valið úr. Kynbótastarf sem þetta er mikilvægt fyrir þróun skógræktar sem arðbærar atvinnugreinar á Íslandi.